sem úthlutun lóðar til félags múslima á Íslandi, samanber 19. lið fundargerðar borgarráðs frá 19. september. Og þá tekur fyrstur til máls borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum nú lóðaúthlutunarmál sem að töluvert hefur verið til umræðu í samfélaginu og á hinum pólitíska vettvangi líka. Og má segja svona hafi verið svolítið hitamál og trúmál verða mjög auðveldlega að hitamálum og kannski aðalega vegna þess að trú fyrir það fyrsta mjög merkilegt fyrirbæri og hefur náttúrulega heillað fólk aldir. Það að segja eðli og gildi og náttúra trúarinnar. En síðan ekki alltaf allir á eitt sáttur það hverju skal trúa og ekki bara hverju skal trúa, heldur líka hvernig skal trúa því. Og oft skapast mikill ágreiningur manna á milli út af að menn trúa ekki á það sama, menn trúa á eitthvað sitt hvort eða misjafnt. Og til dæmis náttúrulega það trúarit eða sú trúabrögð sem hafa verið ríkjandi hér á Íslandi 1000 ár er Biblían og sem er náttúrulega stórmerkileg bók og svona þeir sem trúa á hana, þeir svolítið trúa því að það sem stendur í Biblíunni sé satt, það sé ekki neitt fleipur, það sé sannleikur og trúa á Guð. En síðan eru aðrir sem líka fólk sem trúir en trúir ekki á Guð, það trúir á eitthvað annað og til dæmis eins og ég ræddi nú stuttlega áðan hugmyndin endurfæðingu. Það eru margir sem trúa á endalausar endurfæðingar manns sálarinnar og síðan lendir fólki oft saman að því að trúir ekki á sama hlutin, að einhver sem kannski aðhyllist kenningar Biblíunnar og trúir því að þar sé allt satt, að hann kannski það fíkur í hann þegar einhver kemur með svona einhver tal endurfæðingar og honum finnst þetta bara að vera vitleysa og segir jafnvel við viðkomandi þetta sem þú ert að segja bara hreint og klárt guðlast og bull, það engar endurfæðingar til. En fæst að þessu hefur nú verið eitthvað svona vísindalega rannsaka, það mjög erfitt að rannsaka trú frá vísindalegu sjónarhorni. Það hafa verið gerðar nokkrar misvísandi rannsóknir í taugavísindum til þess að reyna svona einhvern veginn að finna hvar trúin siti í mannsheilanum og það hefur verið mjög misvísandi. En nú til dæmis bandarískur taugavísinda sérfræðingur sem hefur gefið út bók sem nú metsölubók í Bandaríkjunum og hann telur sig geta sannað
sannað tilvist Guðs í gegnum taugavísinda rannsóknir sínar, en svo eru aðrir sem ekki sammálaði og geta sannað eitthvað allt annað. En sem sagt, vísindin hafa lítið getað sannað sem sagt, tilvist æðri máttarvalda og það hafa náðst einstaka ljósmyndir af draugum en þær reynast yfirleitt vera falsaðar. Ég man ekki eftir neinni mynd sem er sannað að sé ekta, en miklu fleiri sem eru falsaðar og síðan hafa margir líka sem sagt bent á það að vísindin hafa aftur á móti afsannað mjög margt sem að þetta stendur í Biblíunni og eins og það sem varðar sköpun heimsins og hvernig heimurinn kemur til og svo framvegis og það er ekkert talað risaeðlurnar í Biblíunni og svolítið svona eftir á að hyggja eins og Guð hafi gleymt risaeðlunum og öllu því tímabili. Og þetta er náttúrulega mjög erfitt að ræða trú vegna þess að hún er mjög persónubundin og hún er líka svona hjartansmál fyrir fólk. Það er að segja trú fólks jú gjarnan tengd einhverjum tilfinningaböndum og einhverjum tilfinningalegum upplifunum. Þannig að manni lærist að ef maður vill eiga svona þokkalega árekstralaus samskipti við fólk að þá náttúrulega lærist manni og manni kennt það sem barni að vera kurteis við fólk og virða skoðanir fólks og þar á meðal það trúarskoðanir sem fólk kann að hafa og María sýna þeim skoðunum virðingu og líka jafnvel þegar að viðkomandi eða skoðanir viðkomandi eru ekki að gera það sama og því að fólk sem að hefur oft innblásið af einhverju sannfæringu, einhverju trúarsannfæringu, það leyfir sér oft að segja eitthvað í skjóli þeirrar trúarsannfæringar sem að gæti virka dæmandi á aðra og til dæmis alhæft eitthvað eða fullyrt eitthvað einhvern ákveðinn þjóðfélagshóp út frá sínum trúarhugmyndum og mér langar aðeins að nú er nýafstaðin hér mikil trúarhátíð og það er eitt kannski áður en ég ræði það þá er til dæmis eitt sem að tengist trúnni mjög mikið og það er bænin. Það er sem sagt þetta að biðja og athöfnin og konseptið eða hugmyndafræðin á bak við bænina sem sagt, og það er mikið skrifað þetta og bænin og máttur bænarinnar og fólk talar að það sé gott að biðja og það hafi skilað í árangri en það er mjög erfitt að rannsaka það er mjög erfitt að meta það til dæmis ef ég er að sækja rithöfundalaun og að því að ég er með bók sem ég hef mikla trú á og mér finnst að verði að skrifast og ég sæki rithöfundalaun og ég veit ekki hvort að ég fæ rithöfundalaun eða ekki og þá gæti ég beðið til Guðs, það er bara góði Guð, hérna láttu mig fá rithöfundalaun því þetta er alveg frábær bók og ég vil endilega sem sagt fá þinn liðstyrki að koma út og síðan fæ ég rithöfundalaun og þá gæti ég sem sagt upplifað að þarna hafi æðri máttarvöld verið að verki og sem sagt Guð hafi eitthvað verið svona spökulera og eitthvað að dunda sér og svo allt í hann heyrir hann í mér ég er að segja, þú veist, hann finnur einhvern veginn fyrir mér að ég sem sagt að tala til hans og
eða skynjar mig og hugsaðar, já, býtu nú við, og hann hefur lög að mæla og hann hefur mikið til síns máls og ég ætla að láta hann fá þessi og það var oft sagt líka að þetta er allt í höndum Guðs og svona, fólk segir oft svona eitthvað og já, ég læt Jón fá þessi rithöfundarlaun, hann fékk þau ekki síðast og eitthvað svona en á meðan og hann lætur mig fá rithöfundarlaun, en á meðan er fullt af öðru fólki sem kannski líka að biðja, en sem fær synjun, en það kannski að biðja miklu mikilvægar og merkilegri hluti heldur en ég það kannski að biðja fyrir einhverjum sem deyjandi eða eitthvað svona sem að manni fyndist þá kannski svona mikilvægara heldur en að ég fengi rithöfundarlaun, en auðvitað er þetta allt svona mjög tengt persónlegri upplifun. Nú er nýafstaðin hér mikil trúarsamkoma í Laugardalshöll sem hefur nú varla farið fram hjá neinum, hátíð vonar og heimsþekktur fyrirlesari eða svona predikari sem var á þeirri hátíð og bara mikill fengur að fá svona heimsþekktan fyrirlesara til landsins, enda hefur koma hans hingað vakið mikið umtal og miklar deilur og þá sérstaklega meðal LGBT fólks sem samtökin 78 hafa til dæmis svona gert athugasemdir við það, vegna þess að hann segir til dæmis að samkynhneigð sé synd og samkynhneigðir eigi ekki að fá að lifa eðlilegu lífi svona eins og við, þeir eigi ekki að fá að búa með hver öðrum og því þeir séu svona nokkurn veginn svona outcast og þegar hann er beðinn að rökstyðja þetta með einhverjum hætti, þá segir hann, ég er bara sendiboðinn, þetta er í Biblíunni og fæstir hafa nú lesið Biblíuna, hún er rosalega löng og ekki held ég öllum þætti það mjög skemmtilega lesning, og þá horfum við á fulltrúa okkar trúarbræða, svona þessara trúarbræða hér, sem er biskupinn yfir Íslandi, en hún er allt annars skoðun, hún segir nei, þetta er algjör misskilningur og kirkjan hefur ekkert á móti samkynhneigðum og Biblían þaðan á síður og vegna þess að það er einhvern veginn líka með afstöðu, það er margt mjög sérkennilegt í Biblíunni og það er til dæmis ef maður óhlýðnast föður sínum þá má bara grýta mann og það er hægt að taka mark á því en það er tekið mark á einhverju öðru og þannig að maður getur alveg óhlýðnast föður sínum og ef hann grýtir mann þá fer hann bara í fangelsi en það er svona ýmislegt skrítið sem stendur í Biblíunni og fólk reynir svona ofta svona kannski velja og hafna, það svona velur það besta sem það vill trúa á og fylgja, en svona skilur annað eftir og margir skipta Biblíunni í tvennt, bara í Gamla testamentið og svo Nýja testamentið og segja ég get samþykkt að þetta stendur í Nýja testamentinu en þetta Gamla testamentið, þetta er voða mikið svona barn síns tíma eins og fólk kannski segir, margt fínt í þessu eins og ljóðaljóðinn og eitthvað svona en svo er þarna eitthvað að grýta fólk og svona, ég sleppi því en að því að ímynd kristinnar trúar er svolítið ímynd umburðarlyndis, ímynd mýktar, náunga kærleika og fátækra hjálpar. Núna þegar að það stóð til og þegar að það var til umræðu að úthluta múslimum lóð undir sitt tilbæðsluhús eins og öðrum trúfélögum í Reykjavík,
þá hófst mikil umræða í samfélaginu og það voru stofnaðir undirskriftalistar, það fór af stað hópar á Facebook og fólk biðlaði til borgaryfirvalda að afstýra þessu, kom í veg fyrir að moska risi í Reykjavík. Og ég fengi fjölda skilaboða frá fólki, bæði fólki sem að ég þekki og fólki sem ég þekki ekki, aðallega gegnum Facebook, hvers konar glabræði það væri að bara yfir höfuð að láta múslima hafa lóð. Og það sem að ég hef tekið eftir og svona í almennri umræðu að andstaðan við múslima eða íslam virðist að mestu leyti koma frá fólki sem að trúað. Það að segja, þetta ekki trúlausa fólki sem segir, næja, nú nóg komið að þessum trúarbröðum, viljum ekki meira, þetta er kornið sem fyllt í mælinn. Það ekki það fólk, það meira fólki sem aðhyllist kristna trú og sem svolítið merkilegt og ef við förum aftur í til dæmis Franklin Graham sem heimsþekktur, virtur fyrirlesari á svona sviði kristinna fræða og kristinna lífshátta, að þá hefur hann kannski mest verið gagnrýndur fyrir það í heimalandi sínu, ekki þau orð sem hann hefur látið falla samkynhneigða eins og kannski hefur verið í brennidepli hér, heldur þó frekar þau ummæli sem hann hefur látið falla íslam. Og hann fullyrðir að íslam séu ill trúarbrögð, hreint og klárt. Þetta séu bara vond og ill trúarbrögð. Og hann ekkert að skafa utan af því. En kristni einhvern veginn öðruvísi og sérstaklega í Nýja testamentinu og ég hef nú stundum velt þessu fyrir vegna þess þessi gagnrýni til dæmis á þessa fyrirhuguðu moskubyggingu hún virðist ekki koma frá hinum svokallaða hópi trúleysingja eins og maður sér í hópum eins og vantrú og siðmennt humanistum. Siðmennt beinlínis ályktaði það sem að hún fagnaði því að þeim væri mætt eins og öðrum trúfélögum og væri ekki mismunað. En gagnrýnin kemur aðallega frá fólki sem að kennir sig eða hefur tengsl við svona hinn kristilega kúltúr. Og ég velti stundum fyrir mér af hverju eru alltaf þessi, eða svona oft, ég ekki að segja alltaf, ég ætla ekki að alhæfa, en svona oft þessi átök á milli fólks sem að trúir einhverju mismunandi hlutum. Og við sjáum þau síendurtekið í gegnum mannkynssögun og fólk að skilgreina hvert annað eftir trúarhugmyndum og víða heim sjáum við svona limbo-pattstöður sem hafa myndast vegna þess að fólk hefur mismunandi trúarskoðanir sem í rauninni byggir á þeirra persónlega mati og kannski svakalegasta dæmið það náttúrulega kannski Ísrael og Palestínuríki og mér minnistæð mig langar að vitna í Biblíuna því nú búin að vera að tala hana nú tölum við til dæmis í almennri umræðu kristnina sem svona frekar eins og ég segi umburðarlinda kærleikstrú miskunnsami samverjinn Jesú bróðir besti og þetta allt svona mjög mikið umburðarlyndi en Jesú Kristur sagði sjálfur í Matteusarguðspjalli ætlið ekki að ég sé kominn
til að færa frið á jörðu. Ég kom ekki til að færa frið, heldur til að valda sundrungu. Ég komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni og heimamenn manns verða óvinir manns. Þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra að sinni en ég kem aftur og eftir. Takk fyrir í bili. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og forseti vill árétta að ræðumenn óski eftir leyfi forseta þegar það vitna í texta. En næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann. Forseti, ágæta borgarstjórn, með leyfi forseta langar mig til þess að segja ykkur hverju ég trúi. Má ég það, forseti? Takk. Þetta tækifæri vil ég nota til þess að benda á það að mér finnst mjög skrítið að ríkið geti með lögum þvingað sveitarfélög til þess að gefa lóðir. Til þess að gæta allra sanngirni þá kveða lögin á að sveitarfélögum sem skylt til þess að gefa lóðir undir kirkjur og prestsetur eða eins og stendur í lögum, með leyfi forseta. Sveitarfélögum kaupstaða og kauptúna skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. Nú prest skylt að hafa aðsetur í kaupstað eða kauptúni og þá sveitarfélagi skylt að leggja til ókeypis lóðir undir íbúðarhús hans ef lögboði prestsetur að ræða. Tilvitnun lýkur. Það ljóst af lagatextanum að lögin skrifuð með kristin trúfélög í huga og vísaninn til lögboðins prestseturs getur ekki átt við neitt nema þjóðkirkjuna. Hefð hefur skapast fyrir því að gefa öllum trúfélögum lóðir en ekki bara þjóðkirkjunni. Allavega þeirra sem hafa sett inn ósk þess efnis. Þessi víða túlkun í raun nauðsynleg til þess að gæta jafnræðis í samfélagi þar sem ríkir trúfrelsi. Lögin gömul og úrelt og verður því að endurskoða. Grundvallarspurningin þegar kemur að endurskoðun hlýtur að vera sú hvort að við viljum gefa öllum trúfélögum lóðir, sem finnst ansi vel í lagt, eða engum. Því mikla líkur á því að trúarlíf í Reykjavík og á landinu öllu haldi áfram að þróast í þá átt að fjölbreytni aukist, fjöldi trúfélaga aukist og fjöldi þeirra sem engan trúna stunda aukist. Eigum við að gefa öllum trúfélögum sem stofnuð verða hér eftir lóðir. Ég get skilið inntak laganna séu þau sett í samhengi þess tíma þegar þau voru samin. Þá var í raun eitt trúfélag, einn lokagreiðandi fyrir alla þjónustu þess og fjöldi þeirra sem af einhverjum ástæðum töldu ekki að í starfsemi þessa eina trúfélags feldist mikill samfélagsávinningur var hverfandi. Þetta einfaldlega breytt. Sveitarfélög standa iðulega frammi fyrir þeirri ákvörðun að reyna að laða til sín starfsemi sem talin heillavænleg. Starfsemi trúfélagi fellur oft af þessu. En það gildir líka marga aðra starfsemi, til dæmis verðmæt fyrirtæki. Ég tel að sveitarfélög og Reykjavíkurborg eigi að ráða hvort og hverjum veita á einhverjar ílviljandi fyrir sína starfsemi. Því trúi ég því að Reykjavíkurborg ráði því hverjum við gefum lóð. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Elsa Jómann lokið máli sínu og það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Jú, lengi von á einum. Næst á ræðustóli borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir.
forseti, góðir borgarfulltrúar. Mikið þykja mér umræður dræmar hér í dag ef ég er síðasta mælendaskrá eftir allan þann langa tíma sem að þetta mál hefur velkst í kerfinu. Mér reiknast svo til að undanfarin 13 ár hafi borgaryfirvöld reynt að finna lóð undir mosku í Reykjavík samkvæmt samþykkt sem að borgaryfirvöld gerðu held ég samhljóða á sínum tíma. Mér finnst eðlilegt eftir allan þennan tíma að við ræðum þetta hér í borgarstjórn, hvaða forsendur við höfum og hverjir það eru sem að eiga að fá lóðir með þeim hætti sem að við höfum nú úthlutað. Ég geri mér fulla grein fyrir því og er alls ekkert á því að trúfélög, hvort sem að það heitir Íslenska þjóðkirkjan, Samtök múslima á Íslandi, Rússneska rétttrúnaðarkirkjan eða hvað, eigi að fá einhverja sérmeðferð þegar kemur á úthlutunum lóða hér í Reykjavík. Ég er bara alls ekki á því. En þannig er það nú samt. Það var ákveðið í lögum, okkur hafi verið settar reglur það að þjóðkirkjan skuli fá hjá okkur lóðir og þá er fullkomlega eðlilegt að aðrir söfnuðir fái líka lóðir undir sín tilbeiðsluhús, alveg sama hvaða nöfnum þau nefnast. Ég er nú ekki með mannréttindastefnuna hérna með mér en það er náttúrulega þar mjög skýrt kveðið á að við eigum ekki að mismuna fólki eftir trú eða uppruna. Það er mjög mikilvægt að fólk fái að vera það sjálft og að við fögnum fjölbreytileikanum. Mér finnst frábært að við skulum loksins hafa klárað þetta mál. Mér finnst það bara hið besta mál og var að vona að hér myndu fulltrúar allavega allra flokka koma og kvitta fyrir sig, þakka fyrir þá vinnu sem hefur átt sér stað meðal annars hjá embættismönnum og kjörnum fulltrúum undanfarinna kjörtímabila sem að hafa raunverulega lagt sig fram að reyna að finna þessu trúarsöfnuði lóð. Nú er það komið. Ég held að þessi staður sé sá besti í borginni. Ég held að nú höfum við uppfyllt okkar skyldur, allavega enn sem komið en tek heils hugar undir þá bókun sem ég stóð að í borgarráði að það þurfi að endurskoða þessar reglur. Og svo vona ég eiginlega að fleiri komi hér og kveði sér hljóðs og ræði þetta mál. Skora á borgarfulltrúa í meistaramánuði að taka til máls þessa lóðaúthlutun. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að biðjast forláts á að hafa ekki beðið leyfi forseta til að fara með tilvitnun. En ég er ennþá að aðlaga mig nýjum tímasetningum, þannig að ég gleymdi mér þarna aðeins. En ég lauk hér máli mínu áðan á tilvitnun í Jesú Krist úr Matteusar guðspjalli og mér finnst þetta mjög athyglisverð. Þetta eru athyglisverð orð. Nú höfum við á síðustu árum og eins og borgarfulltrúi Elsa Jómen kom inn á í sínu máli að þá erum við náttúrulega sveitarfélag bundið af lögum og alls ekki okkar geðþótta ákvörðun eða hvað þá mín geðþótta ákvörðun að úthluta trúfélögum lóðir án endurgjalds. En svona eru lögin og það er þannig að í Reykjavík eru starfandi mjög mörg trúfélög og þau trúfélög sem sótt hafa lóðir undir tilbeiðsluhús eða safnaðarstarf eða trúarstarf hafa fengið lóð og það hefur ekki vakið neitt mikla athygli eða umræðu og
og öllum finnst það bara fínt eiginlega svona að þeir hafi sína lóð og hérna ásatrúarsöfnuðurinn er með sína lóð og maður heyrir ekkert neitt tala um það að þetta sé ekki alveg nógu góð trúarbrögð eða sé eitthvað svona varasamt í þeim en þó að mörgum kannski kynni að finnast þau heldur karllæg en maður heyrir ekki þá gagnrýnisrödd neins staðar og síðan búddistar og nú í síðast rússneska rétttrúnaðarkirkjan sem að fékk úthlutað lóð og allt í samræmi við lög og reglur. En síðan þegar að kemur að lóð fyrir múslima þá svona hleypur einhvert hik í mannskapinn. Það er svona þá má fara svona aðeins að skoða málið og þetta er nú orðið þannig að þetta mál er búið að velkjast í borgarkerfinu í hátt í 2 áratugi, hátt á annan áratug og svona hefur kannski ekki alveg finnst mörgum fengið svona sama hvað maður að segja meðbyr eða goodwill og hinn og kannski sætt meiri gagnrýni og farið í gegnum meira nálarauga einhvern veginn heldur en kannski hinnir og hinnir söfnuðirnir og mér finnst það mjög athyglisvert og ég held að það skýrist kannski af svona öðrum trúarskoðunum og þá er ég þá sérstaklega að meina kristna trú því að það er jú þannig og manni sýnist það að vera mjög víða að það séu svolítið heftarleg átök á milli þessara nákvæmlega tveggja trúarkenninga. Maður heyrir sjaldan fréttir að til dæmis búddistar og hindúar hafi lent í einhverjum slagsmálum einhvers staðar. Maður heyrir það mjög sjaldan. En ég er ekki að útiloka að það gerist einhvers staðar, en maður fær mikið af fréttum af það sem að þessum tveimur trúarbrögðum lýst saman. Og við sjáum til dæmis að það er svona, hvað maður að segja, svona hálfgildings-átök á milli Múhameðs eða íslamstrúarinnar og einhverja afla til dæmis í Bandaríkjunum. Og nú er til dæmis þessi frægi fyrirlesari Franklin Graham, hann er nú kannski einna þekktastur fyrir það að vera sonur Billy Graham sem Íslandsvinurinn Billy Graham sem að skrifaði reglulega greinar í Morgunblaðið og er þjóðþekktur maður og Billy Graham var svona hann var ráðgjafi Bandaríkjaforseta og þar eru stjórnmálin náttúrulega miklu litaðari af trúarbrögðum heldur en hér. Þar skiptir miklu máli hverrar trúar þú ert og svona. Það getur alveg haft afgerandi áhrif á þinn feril í þínu starfi og svona. Þannig að það er meira issue þar en hér. En nú stöndum við kannski svolítið á ákveðnum tímamótum og mér sýnist svolítið svona í opinberri umræðu svona sem ég hef fylgst með og
og í samtölum við fólk og á netinu og svona í greinum, að þar sé viðmiðið sko oft það er verið að miða við, eins og það sé verið að miða við það besta og kærleiksríkasta í kristinni trú, en reyna síðan að finna eitthvað í hinni trúnni sem er svona vafasamt og eitthvað sem einhver gerði undir merkjum íslam sem er látið svona kannski nota sem alhæfing trúarbrögðin í heild, sem er ansi athyglisvert. En með þessu er ég alls ekki að mæla þessum trúarbrögðum mæla fyrir þessum trúarbrögðum frekar en einhverjum öðrum, en ég segi við höfum trúfrelsi á Íslandi, fólk má trúa því sem það vill og það má líka velja að trúa bara ekki ef það vill og það er mjög mikilvægt að við virðum það og það sé ekki eins og í bókinni frægu að öll dýrin séu jöfn en sum dýrin séu jafnari en önnur, vegna þess að það skapar bara vitleysu. En annars þakka ég fyrir ágætar umræður og hlakka til að heyra meira þetta athyglisverða og mikilvæga málefni. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingólfsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, takk fyrir að setja þessa umræðu hérna á dagskrá. Ég held samt að við ættum að vera ekki mikið að fara út í átök trúfélaga eða átök almennt trúarbragða á heimsvísu. Það gæti enst okkur nokkuð lengi að fara út í það. Væntanlega er það álíka gamalt og maðurinn sjálfur. Það sem að kannski ég vildi koma hér upp er að taka undir þau orð sem að komu frá borgarfulltrúanum Elsu Jómann varðandi skyldu sveitarfélagsins til þess að skaffa lóðir hér til trúfélaga. Það eru lög nr. 35 frá 1970 sem að kallast lög kristnisjóð og fleira og gott ef það er ekki 5. grein, við minnum það nú svo sem, en það er alveg skýrt að miðað við jafnræðisregluna að þá ber okkur að skaffa trúfélögum, hvaða trúfélag sem það kann að vera, lóðir fyrir þeirra tilbeiðsluhús. Á síðasta kjörtímabili var 3 slíkum lóðum úthlutað til ásatrúarmanna, til búddista og til rétttrúnaðar kirkjunnar. Árum áður, mörgum árum aftur í tíman var engum lóðum úthlutað til trúfélaga. Þau höfðu mörg hver verið hér að biðja slíka lóðir en höfðu fengið lítinn hljómgrunn og þar á meðal voru þetta múslimar. Það er rétt hjá borgarstjóra, það tók lengri tíma heldur en áhorfðist og heldur en kannski gott má telja að finna lóð fyrir múslima, en fyrir því er eflaust einhverjar ástæður og ég vil nú ekki taka undir það sem ég skildist held á orðum borgarstjórans að það liti einhverju leyti að þeim trúarbrögðum sem á að stunda í því tilbeiðsluhúsi. Ég líti ekki svo að svo sé. En það er sem sagt komin allavega lausn á því máli og ég vil einungis segja það, og það kemur fram í bókun okkar í borgarráði, að það er full ástæða til að breyta þeim lögum sem í gildi eru varðandi þetta. Það er algjörlega ósanngjarnt að sveitarfélögum sé gert að skaffa lóðir fyrir trúfélög og það er líka algjörlega úr takti við þá þróun sem orðið hefur í samfélaginu til fjölmenningarinnar, þar sem að trúfélögum hefur fjölgað mjög og þar sem að fólk er að kjósa, er að velja trúarbrögð en er ekki fætt inn í einhver ákveðin trúarbrögð. Og svo eru þetta þeir sem að ákveða það að vera ekki hluti af neinu samfélagi trúfélags, heldur að nota sinni réttu til þess til trúleysis og hvort sem að það er þá í einhverju samtökum eins og siðmennt eða bara ekki, og það verður við einnig að virða. Auðvitað verður við að virða öll trúfélög, virða skoðanir fólks, virða fjölmenninguna, bjóða hana velkomna og vinna með því
að hún fái hérna þann sess sem auðvitað er óumflýjanlegt að hún fái. Ef við gerum það ekki, þá gera það einhverjir aðrir sem hafa meira vit heldur en við. Við skulum auðvitað bjóða slíkt samfélag velkomið, en það verður bara að gerast með öðrum hætti heldur en þeim að við séum að skaffa lóðir ókeypis. Og þá segi ég, það þýðir ekki það að það gildi það eitthvað annað þjóðkirkjuna. Þjóðkirkjan verður þá með sama hætti að borga fyrir þær lóðir sem hún vill byggja kirkjur á, og þannig að það er engum mismunað eða ekkert öðruvísi reglur sem gildi þjóðkirkjan heldur aðra eftir að lögum frá 1970 nr. 35 hefur verið breytt, eins og ég reikna með að gert verði og borgarráð hefur samþykkt að fara á leit við Alþingi að gert verði. Þannig að þetta er nú svona staðan í þessum málum. Mér er ekki kunnugt um það hvort önnur trúfélög núna hafa óskað eftir því að fá lóðir hérna hjá Reykjavíkurborg. Svo má vera. Ég veit þó eitt trúfélag sem hafði óskað eftir því á síðasta kjörtímabili og hafði ekki fengið úrlausn sinna mála, en ég ætla ekki að nefna það á nafn hér og ég veit ekki hver staða þess er núna. Trúfélög, þau náttúrulega geta verið af öllum stærðum og gerðum. Þau geta verið lítil, þau geta verið alveg niður í 50 manns. Þess vegna, svona, ef maður fer inn í Hagstofuna, fer þar inn á vefinn og skoðar fjölda þeirra sem eru skráðir í trúfélögum, sem skráðir eru hjá dómsmálaráðuneytinu, að þá sjáum við að þau eru sum hver fámenn, en það eru engar reglur til um það hversu stór trúfélög þurfa að vera til þess að geta fengið lóðir. Og við skulum alveg hafa það hreinu, við erum að útbýtta fjármunum, tugum milljóna til trúfélaga með þessum hætti. Og fyrir utan það að þetta er hálfpartinn óeðlilegt að það fari eftir því hvað trúfélag sækir að fastast að hefja uppbyggingu hér á landi, að við séum með þeim hætti með engar reglur sem við erum að styðjast við, hvorki varðandi röðina eða gerð lóðar eða hvar það yfirleitt að vera, heldur þetta tekið allt saman bara fyrir hvert fyrir sig. Það er bara einhvern veginn ekki nógu gott, og ef að löggjafinn hafnar því að gera breytingar á lögum nr. 35 frá 1970 um kristnisjóð og fleira, þá finnst mér ekki óeðlilegt að við setjumst við það með hvaða hætti eða hvaða reglur að gilda hjá okkur hér í Reykjavík varðandi úthlutun slíkra lóða og val á slíkum lóðum, og þá kemur auðvitað margt til. Ég er ekki með neinar tillögur í þeim efnum, ég bara segi það er ekki óeðlilegt. Til dæmis vegna þess að þau trúfélög sem hafa verið ósk eftir lóðum fyrir sín tilbeiðsluhús eru öll að sækjum það hér í Reykjavík svo best ég viti, og þess vegna auðvitað er þetta fyrst og fremst okkar mál en ekki annarra sveitarfélaga hér á höfuðborgarsvæðinu, þó auðvitað þekki ég undantekningar frá því, en aðallega er það þó hér í Reykjavík. Þetta er nú svona. Kannski les ég bara síðustu setningu úr okkar bókun hér í borgarráð, þetta var til afgreiðslu. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks styðja fjölmenningu, fjölbreytt trúarlíf og jafnræði borgarbúa. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Með úthlutun á lóð fyrir mosku er lokið úthlutun fyrir 4 trúfélög sem hófst fyrir allmörgum árum, og það eru ákveðin tímamót. Það hafa verið mun meiri og harðari umræður þessa úthlutun heldur en úthlutun til annarra trúfélaga, og ég held að það er að vekja okkur til ákveðnar umhugsunar. Til þeirra sem hafa lýst áhyggjum sínum á málinu, þá vil ég undirstrika það að hér er það að ræða moska sem hefur verið starfrækt í þegar byggðu húsnæði í Ármúlanum, er núna að komast undir þak í Mörkinni, og þess vegna og þetta er í raun fyrst og fremst hluti af því að viðurkenna að við búum í fjölbreyttu samfélagi þar sem allir eiga rétt, tjáningarfrelsi, trúfrelsi, og sveitarstjórnin, hún auðvitað hagar sér sem slík.
Síðan er rétt að vekja athygli á því sem að borgarráð sameinaðist raunar að lögin að þessu leyti að bera í fyrsta lagi skylda til þess að afhenda öllum kirkjum lóðir og gera það endurgjaldslaust eru auðvitað barn síns tíma. Það er mikilvægt að löggjafinn fari yfir þá hluti en það að það séu alls konar trúfélög starfandi í samfélaginu er hluti af því að vera frjálst samfélag í mínum huga og þar getur maður ekki sett mörkin við það hvernig fólk iðkar sína trú að því gefnu að það sé gert á friðsamlegan hátt og að virðingu við öðrum. Við eigum auðvitað að tjá mannréttindi og mannréttindastefnu borgarinnar í þessu samhengi eins og við gerum og höfum gert og taka þátt í umræðu og nota okkur tjáningarfrelsið til þess og þannig tryggja að straumur tímans beina okkur í rétta átt og átt til mannréttinda en það að úthluta lóð undir mosku er eðlilegt skref í Reykjavík nútímans og ég er ánægður að finna þá samstöðu sem er það mál hér í borgarstjórn. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, því að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hvatti fleiri til að taka til máls og langar mig að gera það í örstuttu máli og fyrsta lagi vera að taka undir það sem aðrir hafi sagt að þetta er hluti af því að Ísland er að verða fjölmenningarlegt samfélag og við sjáum það til að mynda hér reynda mjög fallega svona endurnýtingu á ágætu guðshúsi og það er Landakotskirkja. Því að það er yfir páska og aðra helgadaga fyrir katólska menn að þá er svo kirkja algjörlega tróðfull og reyndar stundum langt út á götu af held ég aðalega pólskum kaþólikkum sem að koma þarna með alls kyns gjafir og það er mjög bara magnað að sjá það. Ég er líka sammála því sem er komið hérna fram að þetta er hluti af því að vera sem sagt að hér ríki trúfrelsi og menn geti iðkað trú sína og haft aðstöðu til þess að iðka trú sína. Og það er einn partur af þessu sem að kannski menn hans feimni við að tala og það er það að Ísland er orðið innflytjendaland. En svo Bandaríkin eru innflytjendaland og ýmis lönd í Evrópu voru ákveðnum tímabilum innflytjendalönd og eitt af þessum innflytjendalöndum var konungsríkið Prússland sem var til frá 1701 til 1945 ef maður rétt. Og þeir þurftu mjög mikið á vinnandi fólki að halda til þess að setjast að á Gresjónum miklu austur af Berlín og sáu þá eina leið að gerast mjög frjálslyndir í trúarmálum og frjálslyndir í eiginlega öllu sem að hét skoðanamálum svona lengst af. Og ég nefni þetta því það er svolítið falleg tilvitnun fræg eftir Friðrik II sem var síðar meir kallaður Friðrik Mikli. Og þetta er frá því cirka bát 1760 eftir að hann hafði reyndar gjörsigrað Slesjumenn og lagt Slesju undir sig. Og hann sem sagt sagði einu sinni og skrifaði: öll trúarbrögð eru jafn rétt há, svo lengi sem fólkið sem iðkar þau er heiðarlegt. Ef hingað kemur Tyrkir og heiðingjar til að setjast að hér í Prússlandi, þá myndum við byggja fyrir þá mosku og hof. Og þetta er frá því sem sagt frá innflytjendalandinu, innflytjendaríkjunu Prússlandi cirka 1760. Og ég ætlaði líka að nefna að því að þetta er svona mál sem er hægt að detta inn í út frá alls kyns forsendum, en það var haldið í Chicago 1893 á sama tíma heimsýningin mikla var, trúarþing, sem að Matthías Jochumsson heimsótti og þar var sem sagt svo hugmynd það að það skipti ekki öllum máli hvort menn væru hindúar, búddistar, kristnir menn, bahájar eða íslam trúar því að það væri Guðs andinn og trúin á Guðs andan og það sem að Guðs andinn blæs okkur í brjóst sem að skipti öllu máli. Þannig að þar var mjög merkileg sem sagt, tilraun til þess að öll þessi trúarbrögð geti lifað saman í sátt og samlyndi og verið með sín heimsþing og 2-3 ára fresti.
og Matthías Jókússon skrifaði dálítið þetta, uppblásin af þessari svona umburðarlyndu hugmyndum það að það skipti ekki máli hvað trúarbrögðin heita. Aðalatriðið var að reyna að fá hérna trúlausu til að trúa, því að þeir töldu það betra. En svo að því að það til í ljúki þessu að þá að því það er verið að koma hér inn á skyldur sem eru lagðar á sveitarstjórnirnar það að útvega kirkjum og trúarbrögðum, útvega trúarfélögum, kirkjur og slíkt, að þá held ég að við getum í þessu efni til að mynda litið til Berlínar eins og í mörgum öðrum efnum, að þar er að rísa það sem í miðborginni, það sem var áður Petríkirkjan, sem tilheyrir eiginlega gamla miðaldasamfélaginu, Péturskirkjan. Þar eru múslimar, gyðingar og kristnir menn að reisa sameiginlega kirkju. Þar verður 3 bænarými fyrir múslima, gyðinga og kristna menn, Petríkirkjan, og þeir hafa svarið þess eið að umgangast hvern annan af sanngirni og kærleika og auðmýkt og fullkomlega ofbeldislaust. Og þetta kannski leið sem að við ættum í Reykjavík að hugsa, að það kemur þá hugsanlega til greina að hér verði reist hús, það þarf ekki að vera stórt bænahús sem þá fyrir mörg trúarbrögð, í stað þess að vera sífellt að eyða peningum skattborgar í að útvega lóðir fyrir hin ýmsu trúarbrögð. Það er hægt að útvega eina lóð þar sem hægt er að reisa hús og mörg trúarbrögð geta nýtt sér það. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og forseti vill minna borgarfulltrúan á að því að farið er með ritað mál og vitna í það, þá skal óska eftir leyfi forseta. Það hafa ekki fleiri kvart sér hljóðs undir þessu lið og telst umræðum lokið, en fulltrúar Samfylkingar, Bestaflokks og Vinstri grænna hafa boðað bókun og mun borgarfulltrúi Elsa Jómann lesa hana. Forseti, kæra borgarstjórn, kem hingað upp til þess að lesa bókun fulltrúa Bestaflokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. Og hún er svo hljóðandi: borgarstjórn fagnar því að geta loks samþykkt umsókn félags múslima á Íslandi lóð undir mosku og óskar múslimum á Íslandi til hamingju með lóðina og væntanlega uppbyggingu. Úthlutun lóðarinnar í Sóamýri er jafnframt síðasti áfangi Reykjavíkurborgar í að útvega 4 trúfélögum lóðir undir tilbeiðsluhús sín, en nú þegar hafa farið fram lóðaúthlutanir til Ásatrúarfélagsins, Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar og búddista. Í fjölmenningarsamfélagi nútímans má búast við fjölgun trúfélaga jafnhliða fjölgun þeirra sem enga trú iðka. Því telur borgarstjórn það affarsælt að í framtíðinni að trúfélög sæki og greiði fyrir lóðir í landi borgarinnar líkt og aðra mikilvæga starfsemi. Borgarráð vill af þessu tilefni óska eftir því að Alþingi hefji endurskoðun á þeim ákvæðum í lögum kristnisjóð og fleira nr. 35 frá því 1970 sem kveða á að sveitarfélögum sem sé skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. Lögin voru sett á tíma þegar trúarlíf þjóðarinnar var almennara og einsleitara og meiri sátt ríkti þátttöku opinberra aðila í rekstri trúfélaga. Á þeim tíma mátti færa fyrir því rök að eðlilegt væri að Reykjavíkurborg léti frá sér án endurgjalds lóðir undir kirkjur. Það tímaskekkja að skylda sveitarfélögin til einhliða til að ráðstafa dýrmætu borgarlandi án endurgjalds til þeirra trúfélaga sem sækjast eftir því. Reykjavíkurborg styður eftir sem áður fjölbreytt trúarlíf í borginni. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann lokið að gera grein fyrir bókun Bestaflokks, Samfylkingar og Vinstri grænna og fulltrúi Sjálfstæðisflokks hafa einnig boðað bókun. Mun fulltrúin flytja bókunina núna eða í lok fundar? Takk fyrir. Þá er þessu dagskrárlið lokið og komið að 4.